Velkomin á Rauðaborðinu á Samstöðinni, klukkan 8, nú verða sagðar fréttir, hjá mér María Lilja og Björn Þorláks. Við skulum byrja á, sem var aðalega fréttin í gær. Það strandaglópar slaga í 20.000, þetta eiginlega leiðrétting hjá okkur, því að við vorum byggðum á einhverju sem ég held Ísafi hafi sendt frá sér í gær. Það voru ekki 1750, en það eru miklu fleiri sem stopp, gjaldþrot, play hefur áhrif á. En okkur til varnar þá sögðum við að það væri varla fjölskylda sem þetta hefði ekki einhver áhrif á. Já, ég las sögur af hrakförum fólks í dag svona víða. Fólk sem hafði starfað hjá Play og lent í vandræðum voru strandaglápar, voru 3 konur í Dublin. Þær voru fastar þar í búningunum sínum en þær vildu meina að þeim hefði nú verið hjálpað fljótlega og hótel og annað af fyrirtækjum. Það voru ekki til skiptana? Þær voru ekki með neitt til skiptana, þannig að þær þurftu að fara inn í Dublin og þær fóru... Já, þær fljúga náttúrulega fram og tilbaka yfir daginn. Akkurat, þær fóru og keyptu sér ný föt til þess að vera í Dublin einhver dag, þannig til að kemast tilbaka, en eins sá ég líka svona sögu af manneskju sem var í krabbameinsmeðferð sem var föst. Og svona, það ýmislegt. Þetta hefur áhrif víða. Já, það er svona búin að vera svolítið fréttalega dagur eftir skjálftana. Viðburðurinn í gær, en margir svona eftir skjálftar stórir í fréttum í dag. 20.000 manns, þá eru náttúrulega snertir þetta mismikið. Sumir taka þetta bara létt, en aðrir eru í stökustu vandræðum. Ég las nú á Facebook eitthvað sem hafði sagt að Play væri gjaldþrota og ég það líka, eitthvað sem hafði verið að kaupa sér miða með allt sem hann átti. Maður er heyrt í stórkostlegum vandræðum. Akkurat, maður er heyrt að svona hópar þegar við kannski þurft að punga út 1-2 miljónar og eitthvað framhaldsskólakrakka sem að ferðir eru í uppnámi og þetta er ansi víða. Herðu, það kannski, má segja að sé verið að meta eða deila eða draga ályktanir af þessu og það DFF tók upp pistil frá Vilhjálmi Birgissyni upp á Skaga. Hann segir að hann óttist að það sama sé að gerast núna og þeirra váfjall sem alveg öfugt til það sem svo margir að segja að þetta allt annar í stærra gráðu heldur en vá. Já, en hann að vísa meðal annars til verðbólgunar að nú muni miðaverð hækka. Það verði tímabundið svona limbo ástand og hann rifjar upp að þegar váfjall þá hækkuðu flugmiðaverð fyrir okkur Íslendinga meir en 20%. Og við höfum séð það í dag að þau hafa og gær, síðan Playfjall, að þau eru bara á ansi hraðri uppleið og þetta telur ju allt inn í vísitöluna. Hann hefur líka, hann Vilhjálmur, sett hávaxtastefnu Seðlabankans inn í þetta samhengi. Áskýrtra Play. Já, hann hefur svolítið gefið þetta til kynna og það hefur verið talað um það bæði á meðal félaga minna og samfélagsmiðlum að það kunna vera fleiri fyrirtæki ef þau skulda sem að muni reiða til falls á næstunni, meðal annars út af þessari hávaxtastefnu og þetta ömurlegt mál. Ég veit ekki að hve miklu leyti hávaxtastefna Seðlabankans eða hvort hún hefur eitthvað með örlög Play að gera, en það ekkert skrítið að verkalýðsforingjar noti þetta tækifæri með að við takmarkaðar upplýsingar. Gagnrýnin hávaxtastefnuna, hún hefur orðið miklu harðari undanfarið og hún komin út í þá sem að eru í svona fyrirtækjarekstri og málsvara þeirra. Þetta gengur ekki til lengdar, en það vita það allir að þú getur ekki haft stýrivexti með 3-4% í ákvæða raunvexti og þess sem að því það láni sem þú ert að taka eru með 7% raunvextum. Það stundur sagt að það getur ekki staðið þessu undir þessu nema að vera í kókaininnflutningi. Við erum komin í það umhverfi. Það stendur ekki undir þessu. Ekki venjulegur rekstur stendur undir því að borga svona mikinn vaxtakostnað. Nei, og ekkert samanburðarland sem að dettur í hug þessi vitleysa. En hvað verðbólguna varðar, þá það alveg rétt hjá hann. Hún mun aukast. Já, það mun frekar í áhrifin eru tvenns konar. Núna þessa dagana og meðan allir þurfa að komast heim, 20.000 manns eru að kaupa sér farmiða til að komast heim eða eitthvað. Það vegna þess að hvernig flugmiðar eru seldir í dag í hálfgerðu uppboðskerfi, að ef það mikil eftirspurn eftir miðunum þá bara hækka þeir, sem hefur verið bent á í fréttum. En svo til lengri tíma þá getur komið þessi 20% hækkun, það hún sem að mun hafa áhrif á verðbólguna. Ég held að mælingar Hagstofunnar mun ekki ná þessum tindum sem eru núna. En þetta Vilhjálmur Birgisson hefur verið að horfa á verðbólgu áratugum saman. Hann hefur sans fyrir þessu, þannig ég myndi hlusta á hann.
Herðu, atvinnuleysi gæti náð 4%, segir í frétt hérna frá RÚV. Þetta forstjóri Vinnumálastofnunar. Já. Það náttúrulega 400 manns sem að mista vinna í gær og það var að bæta sig í dag. Heldur betur, fjölda uppsagnar á Keflavík. Já, sem eru fyrirtæki sem eru að þjónusta. Já. Margir vilja halda að flugbransin sé þannig að ef það eftirspurn eftir ferðum til Íslands að þá mun einhver sinna því, sama með flug Íslendinga til Sólarlanda sem var stór hluti af svona business modeli play undir lokin, að þá mun það gerast og að öllu líkindum þá mun stór hluti af þessu fólki fá vinnu og ég held að forstjóri vinnu Málastofnunar hafa verið að segja það, þótt að sé erfitt áfall tímabili hjá þessu fólki, að þá séu ekki að horfa á að atvinnuleysi sé aukast út af þessu, en hins vegar finnst mér að vera fleiri sem eru að benda á að atvinnuleysi geti aukist út af því sem þú ert að segja, að það sé bara vextinni sé orðnir svo háir að það munu fleiri og fleiri fyrirtæki gefast upp. Þetta kemur líka á versta tíma, það er samdráttarskeið framundan í ferðaþjónustunni, þannig að og líka versta ástíma, atvinnuleysi eykst á haustin. Ég er að tala um það sko, ég er að tala um ástíma. High seasonið er búið. Þannig að það er ýmislegt sem er ekki hjálpað þessu sko. Það var ein frétt sem ég reyndar ekki með neina mynd af, að það er að þau borgu út laun í gær sem að bendi til þess að þeir voru með skuldabröfa útboð upp á 2,3 milljarða, seldu skuldabröfið 2,3 milljarða og menn hefur sagt býtu að hverju þeir eru að loka núna, þeir eru ættilega pening til þess að reka þetta til áramóta, að öllu líkjöndum eru þau líka að passa það að sé ykkur peningar inni til þess að borga laun og svoköldu rimlagjöld, það eru vaskur og eitthvað fleira, það sem að sko stjórnendur eru ábyrgir fyrir að borga en við vitum það svo sem ekki hvað er mikill peningar inni. Nei, við veitum ekki alveg hvort það er einhverja baksugur þarna. Nei. Eitt sem er svona er að ræða ég heyrði Eyjólf samgönguráðherra, hann er innviðaráðherra held ég, en hann er það sem ég eins og samgönguráðherra. Hann var að segja að þetta skoða það hvort að verða að ná sko dótturfyrirtækin á Möltu. Og það er viðskiptabræðið með frétt af því ætti að vera að geta leyst play á Möltu til sín með hraði. Þetta er ekki íslenska ríkið, þetta er ekki þrotabú play. Heldur er þetta skuldabréfa, þess að keyptu skuldabréfin, að því hafði fyllt sko sérstök veð í flugvélunum og þessu félagum og öllum eignunum sem eru þarna á Möltu. Nú má vel vera það að ef þrotabúið finnst það þarna sem vera skjót undan eignum sem kannski varasamt ef að halda fram ef það eru sko skuldabréfa eigendunir sem hafa veð í þessu en ef það væri grunnur það þá er hægt að rifta svona samningum ég held 2 ár aftur í tímann. Já, og það er yfirlýsing þegar Eyjólfur innviðaráðherra segist vera hugsi. Já. Hann er kannski með einhverjur upplýsingar sem hefur ekki verið dreift út nú þegar til almennings og hann er svona að gefa í skyn að það geti legið einhverstaðar fiskur undir steinin. Já, það er örugglega margt eftir að koma fram og svona túlkun og mat af því hvaða afleiðingar þetta hefur. Herðu en frétt gærkvöldsins sem að við náðum nú svona aðeins að geta en náðum ekki alveg að meta neinu leiti var tilboð Trump og Netanyahu það sem þeir kalla frið á Gaza og þetta er svona verið að breyta svolítið matið á þessu, hvað í raunlega þetta? Ég tek New York Times sem en oft sagt að New York sé svona gyðingabær og New York Times hefur verið í eigu gyðinga frá upphafi held ég. Svakaleg fyrirsögn. Þeir eru að segja það, þetta er bara fullnaða sigur þess sem að stendur í þjóðamorðinu. Akkurat og það svona er mjög erfitt fyrir Hamas að samþykkja þetta tilboð. Þeir fá þetta 4 daga til þess en þeir væri þá að samþykkja algjöra uppgjöf og í raun bara að leggja niður samtökin og svo andspyrnu hreyfinguna sem að hefur fæðst í kringum Hamas-samtökin með þessari afvopnun og fangelsun á meðlumum samtakana og svo er þetta fram í dag líka. Það er sakarauppgjöf í þessu að ef þeir leggja niður vopnin að það fá sakarauppgjöf. Sumir þeirra. Já, sumir þeirra, þetta er allt mjög voðið. Aðrir verða að fara. Þetta er alltaf forsendum Netanyahu en svo kemur líka fram að hefur komið fram í dag að kröfum Arabíuríkjanna þáttöku skilyrði fyrir þáttöku þeirra í þessum friðarsamningi þau var ekki alveg mætt. Ekki fyllt.
Netanyahu hafði loka. Já, og þau hefðu sem sagt farið fram á að Ísrael léti sig hverfa algjörlega og hérna friðargæslan yrði í þeirra höndum, í höndum Arabíuríkjanna og þetta og öll uppbygging yrði í rauninni háð þeim en hún verður eins og stendur í höndum Netanyahu og Trump og Tony Blair. En hérna, það vakti líka athygli að Netanyahu var snöggur í fjölmiðla nokkrum klukkustundum eftir þennan fund þá gerði hann svona freka lítið úr þessu samkomulagi eða svona afhjúpaði hvernig hann ætlaði að standa við það og það væri þá algjörlega eftir eigin höfði hann aldrei yrði palestínskt ríki og herinn myndi aldrei fara af Gaza og þar fram eftir göttunum. Sagði hann ekki sko að ef Trump tækist ekki þetta verk þá myndi Ísraels her sjá að klára verkið? Það bara það sem Trump sagði sjálfur. Ég horfði á blaðamannafundi þeirra í gær og það var annars vegar þetta að það var hérna ef að Hamas kyngir þessu ekki að þá munum við halda áfram sem að því bara munum við eyða palestínsku þjóðinni. Annað sem að var eins og svo þetta benda á að þetta eiginlega gengið að öllum hérna óskum þess sem að fremja þjóðarmorð ekkert tekið til þeirra sem verið að myrða og maður var að statt undir þessu var að hlusta þú veist getur verið að þessi hérna maður þessi Trump hann trúi því að með þessu sé bara endalok á frelsisbaráttu palestínumanna sem hann margra áratugi aftur í tíman að menn muni bara sætta sig við það og það verði bara friður þetta lýst þessu sem eru stærstu stund í mannkynssögunni. Já, það rauninni bara ef að fólk ætlar ekki að vera til friðis þá verður það bara með fulltingi Trump. Þetta er aldrei gerst í sögunni og mun aldrei gerst í sögunni og Bandaríkjamenn eiga margar tilraunir til þess að vera með eitthvað svona breyt þeir ætluðu að nútímavæða Írak og Afganistan og guðma þetta hvað ekki þetta bara einhverju óskikja þetta eins og einhverju krakkar úr einhverjum 10 ára bekk sem eru með einhverja dellu hugmyndir og ég tók hérna myndina sem hann dreifir alltaf af hérna, svona sér hann fyrir sér Gaza. Já, einmitt einhverju svona AI-útópía það sem að hérna palestínumenn ráða í rauninni ekki ríkjum heldur þetta svona hérna þjónustu borg og hérna olíuvinnsla og annað í höndum Bandaríkjanna og Tony Blair. Sýna þessa mynd og ég ætla að sýna mynd eins og Gaza í dag sem hinmyndin. Og það var líklega hugmyndin hjá honum það að þegar að hérna palestínumenn sjá annars vegar draumamynd hans af Gaza sem eiginlega bara Trump Tower eftir Trump Tower og hann kallaði þetta sem peace board og board náttúrulega vísa til svona fyrirtækjarekstur sko, það ekki svona eins og við myndum þýða beint sko stjórn, friðarstjórn við látum þetta vera svona eins og stjórnarherbergi úr ykkur stórfyrirtæki. Þetta business project bara. Já, og þetta bara meira og minna það. Hann ætlar að taka hérna land þarna og selja það einhverjum til þess að byggja, til þess að búa til fjármagn sem hann ætlar að nota eitthvað svona. Og það eins og hann lítið svo á að þegar palestínumenn standa frammi fyrir myndinni sinni af Palestínu og svo það sem leifarnar eftir Netanyahu, að þá hljótið náttúrulega að velja framtíðina sína. En mér finnst þetta eitthvað svo næf? Já, ég veit ekki og ég held að það verður eflaust gert mikið mál úr því en ég bara svona persónulega held ég að Hamas eigi ekki eftir að ganga að þessum kröfum og mér skildist það svona fréttaflutningi meðlans frá Al Jazeera í dag að bara fólkið sjálft vildi það ekki. Nei, bara ekki fræðilegu möguleiki að allir palestínumenn fallist á þessi endaloka og frelsisbaráttu sinni til margra áratuga. Ég með smá hérna könnun sem New York Times sem hérna afstaða Bandaríkjamanna að vera að spyrja í þessu grafi þá vera að spyrja hérna teluru að Ísraelsmenn séu hérna vísvitandi að drepa sjálfstætt almenna borgara. Það var hérna fyrir 2 árum þá voru 22% sem sögðu já við þessu, nú er það 40%. Þetta er ekkert svona stórvægir breyting en ég skýtur sér inn að því að það er svolítið eins og að Trump líki á að enda þjóðarmorðið með einhverjum hætti og hann tekur hann upp gamla tillögu þeirra Netanyahu frá 2020 sem meira að minna að ganga öllum kröfum Ísrael svipað og hann reyndi að koma öllum kröfum Rússlands í kokkiða á Zelenski og Evrópu. Hann kemur að með þá allar að tróðu svo hann í gegn.
virðist vera eitthvað líki mikið á að klára þetta. Það sem vakti mína athygli í gærkvöldi og svo fram eftir degi að það eru bara allir ánægðir með þetta. Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna. Það mjög ógeðfellt. Já, ég held að þetta sé kannski fólk sem að sjá fyrir sér að þannig að komist loksins friður á og hugsa með sér, við getum þó alltaf komið mat og vistum í þetta fólk og einhvern veginn svona unni með svæðið út frá því en það er eins og segir, það er svolítið svona næft að hugsa þannig að þeir ætli að ég bara leyfa það hreinlega. Ég meina að höldum við að innrásarherinn ætli alltaf að koma óbúslega vel fram við Gazabúa. Guterres er bara beinlínis búin að mæra persónuleika Trump. Já. Fyrir að ná þessu. Ég tók frétt á El País sem bara sýnir þetta að Sanchez forsætisráðherra sem hefur nú verið einn helsti stuðningsmaður Palestínu í Evrópu, það er svona svo sem hefur verið gengið lengst. Þau voru næst fyrst út úr Eurovision og hitt og þetta. Og svo er þetta Feijó sem er formaður í Íhaldsflokknum. Þeir eru báðir að mæra þetta. En það er ágreiningur, það er vinstri flokkur inn í ríkisstjórninni hjá Sanchez sem að talar svona meira eins á nótum, okkar nótum. Þannig sé eiginlega bara verið að láta þann sem að fremur þjóðamorð. Þetta er bara niðurstaðan það að þjóðamorð borgar sig. En ég ætla að tala í Rauðaborðinu og eftir við Magneu Marinósdóttur sem er alþjóða stjórnmálafræðingur og hefur starfað mikið í Palestínu. Og við ætlum að lappa svona yfir bæði forsöguna af þessu samningi og svona í einstök ákvæði hans. En Félag Ísland-Palestína sem hefur staðið fyrir andstöðu gegn þjóðamorðinu á Íslandi sendi frá sér yfirlýsingu. Ekki ánægð með þetta? Nei, og þau tala þetta að þegar helsti fjármögnunar aðili þjóðamorðsins það er orðið við kröfum hans en það er ekki verið að tala eða litið til sjálfstæðisbaráttu palestínsks fólks, ekki með neinum hætti, þá er engin von að heilindi séu þar baki. Þessi rödd er búin að vera mjög veik í íslenskri fréttaumræðu í dag. Já, það er svolítið eins og þetta sé friður og Já, ég held að þetta sé og svona hluta til skilja það. Ég held að hugsa fólki langar óbúslega að hætta þurfa að fylgjast með þessu. Það er eitt sem svona hugsunarvilla sem við erum með. Við verðum að gera eitthvað til þess að stoppa þetta. Og hér er eitthvað. Þá getur fólk allt í einu fallið fyrir því. En þetta eitthvað sem að fólk grípur til í ofboði sínum að við verðum að gera eitthvað er mjög sjaldan eitthvað snjallt eða eitthvað sem er gott. En ef við berum þessa slátrun saman ber bara alls konar mannvirki unnin á náttúru að það þarf umhverfismat, það eru flóknar reglugerðir það eða ætlar bara að fara að eyðileggja einn blett af landi einhvers staðar. En þarna er verið að útrýma heilli þjóð, það verið að leggja heilt land í rúst og menn vísa til reglugerða og alþjóðasamþykkta og hins pólitíska alþjóðasamfélags til stuðnings þessu. Það dytti engum í hug að fara svona með skóg. Nei, svo er líka bara eins og þetta er eins og nýlendu hugsun. Þarna á bara Trump að koma sem einhver stjórnarformaður með Tony Blair með sér og þeir ætla að fara að stýra Palestínunum. Þetta er svolítið eins og Balfour-samningurinn frá 1917. Þetta er einmitt það sem var gert svona pólitískt hlutlaust svæði þar sem enginn mátti búa og allt það. Ég veit ekki með ykkur, en það er bara eitthvað sem hríslast mína hryggsúlu í þessu mál. Já, þetta er skelfilegt. Ég er með eina fréttina frá Haaretz sem við vitnum oft í, sem er svona sjónarmið þeirra sem er í andstöðu við Netanyahu innan Ísraels. Og það er svolítið, þegar þetta tilboð kemur, þá eru allir að reyna að finna eitthvað gott fyrir sig út úr þessu. Það sem að þeir draga í þessu að þetta gæti orðið, ef að aðgerðum hætt á Gaza, að það myndi flýta fyrir kosningum. Þannig að við gætum kannski í einhverju eðlilegri kosningabaráttu sem er ekki undir einhverju stríði, rætt framtíð Ísraels og losa okkur við þennan Netanyahu. En ég held að þetta sé mikil óskikja hjá þessum hópi þarna í Ísrael. Já, en það er líka bara einmitt að gera Netanyahu og einhvern veginn einan af ástæðu þess að svona er komið það, hann er það auðvitað ekki. Nei. Herðu, það er heldur áfram, við erum með fréttir það, morðin halda áfram, þrátt fyrir þennan blaðamannafund og þetta tilboð. Það er frétt frá það er 37, ég tók þetta eftir þetta. Al Jazeera, það er reyndar búið að uppfæra, það eru 59 sem hafa verið myrtir þar af einn blaðamaður og ung stúlka sem var með honum. Þau voru myrt í Deir al-Balah sem eru minnstu flóttamannabúðirnar í Gazaborg.
og Hamas var gefin einhver frestur, maður að svara eitthvað. Það ekkert í þessu að sko Ísraelsmenn linni drápunum sem var rétt á meðan, ekki slíkt. Já, eða bara þeir séu fyrir alþjóða glæpadómstólum, það ekki eins og litið þess, fyrir sko þjóðamorð og hryllilega glæpi. Það eins og ætti að vera, ætti náttúrulega að vera svona sannleiksnefnd og hvernig ætti að vera uppgjörum þetta og Ísraelsmenn ætti að afhenda Netanyahu, þannig að vera þetta rétta yfir honum eitthvað svoleiðis, það væri svona eðlileg niðurstaða því sem er gerst. Þetta er náttúrulega ótrúlega sérstakt. Herðu, það er flotinn sem er að koma með einhverju hjálpagögn sem er einhvers konar, hann er einhver litið tákrænt. Akkurat. Ítalía stökk af stað og hugðist fylgja þessum frelsisfleyjum öllum og vernda þau fyrir árásum Ísraela. En þau ætla nú að draga sig tilbaka vegna þess að því að þeir ætla ekki í stríð við Ísrael, það er ljóst, það er svona ástæðan og segja að hafa óskað eftir því að þetta fólk á þessum fleyjum það kannski svona affermi einhvers staðar annars staðar og þeir reyni þá að hafa milligöngu að koma farminum frekar inn en þetta er þetta er reiðarslag fyrir þannig hóp, þau eru búin að vera með í fylgd Ítalíu. Þannig að það dregur eitt fram í þessu sem að túlka sko viðbrögðin í dag. Það er að eins og Meloni og stjórnmálastéttin í Ítalíu og Bretarnir og Frakkarnir og allt. Þau eru svo guðslifandi fegin að þau telja að nú þurfum við ekki að fara að ná samkomlega það hvað refsiaðgerðir ætlar að beita gegn Ísrael sem við veit að er mjög erfitt í þeirra hópi þó að kannski sko þjóðirnar myndu stuðja að þá er aukurleiti þetta svona feginleiki yfir að þurfi ekki að gera það sem að þau ætti að vera að gera sem ég held að séu hluti saman Sá ég ekki fréttum það líka í dag að eina af okkar nágrannaþjóðum Danir, þeir leggja ekki einu sinni í Eurovision stríð við Ísrael. Nei, ætla þeir að vera með? Já, við erum að velta þessu fyrir þessu akkur Danir eru með svona sérstaklega afstöðu. Kannski er þetta þjónku við Bandaríkin og ótta við að Bandaríkin gera eitthvað á Grænlandi. Ég er bara meila að fara að rannsaka það. Akkur eru Danir svona aftarlega og meira en einhvern veginn. Herðu, það er ein smá innlend Heidelberg sem er fyrirtæki sem ætlar að taka fjall í Ölfusi og flytja það til Þýskalands. Hefur líka hugmyndur að flytja held ég sandana á Suðurlandi. Og hefur verið svona, ég held að íbúarnir feldu nú að þessar tillögur. Gerðu það en ég held að þeir séu nú, þeir svona, hvað ég var að segja, eru svona lurking hérna alltaf yfir sveitarfélögunum. Þeir eru líka með starfsemi hérna í sementverksmiðjunni og Akranesi með hérna stokkana 4. Þau eru sett á lista Sameinuðu þjóðanna yfir fyrirtæki sem eru með starfsemi á landtökubílum. Já, Heidelberg er þar. Og þá segir Þorsteinn, nei það var bara 1 korter og það er löngu búið talsmaður. Já, en samflokks systir hans, Þorgerður Katrín, hún sagði það að þetta sérmerki alla vöru sem að tengdist landnemabyggðum, kannski verður sérmerkt allt sem Heidelberg gerir. Þannig að við lærum að við getum forðast að skipta við þá. Því við viljum ekki styðja þá sem að hagnast að landráni. En málsmetandi menn hafa kallað málflutning Þorsteins í dag yfir klór. Herðu, það var frétt á Vísi, ég held að það ekki verið annars staðar, það er frásögn af stórundarlegu dómsmáli. Jú, það var sagt frá þessu fyrir 3 dögum síðan á RÚV, en þetta er sem sagt fjallarum, þetta er svona forsjármál yfir börnum sem er ansi ljótt. Þetta er sem sagt landsréttur staðfesti að 2 stúlkur, hérna eru vistaðar í umsjá föður, að beiðni barnaverndar, en þetta er sem sagt forræðistilega sem upphófst eftir að móðurinn kemur í ljós að móðurinn hafði logið til krabbamein. Hún hafði einnig sakað föðurinn að ætla að skjóta börnin og þegar barnavernd kemur þarna inn þá eru þær vistaðar utan heimilis og kvennaathvarfinu og það fer einhver rannsókn í gang. Síðan kemst það í ljós að mamman er sem sagt, ekki að segja satt. Hún er ekki með krabbamein. Var það plottið til að búa til samúð til þess að auka líkurnar á fengi forræði? Sko, það sem að kemur í ljós er að það er svona líklega það er svona þráðurinn í þessum. Það fengið þá eitthvað lyfjum því að hún gaf líka át að lifa og ætti ekki að sína og nota þau sjálf. Já, hún verið að nota mjög mikið af mjög sterkum svona sljókandi lyfjum en hún hafi eitthvað geðrænavanda en hún sem sagt það sem kemur í ljós þarna er að hún slíður til krabbamein. Hér er það með Reykjanes
hann tók undir með konunni þegar hún sem sagt kærir niðurstöðu barnaverndar og þau segja að ég meina þó hún hafi logið til krabbamein sem stór skrítið þá ekki víst að stúlkunum sé ekki borgið hjá móður sinni. Þannig að barnavernd kærir svo þennan úrskurð og það er Landsréttur sem svo staðfestir beiðni barnaverndar en þetta er bara mjög sorglegt mál. Sem gerir þetta náttúrulega svo fréttnæmt að læknir eigi í hlut. Já. Það verður bara að segja eins og við verðum bara að segja það á mannamáli. Við værum örugglega ekki að ræða þetta nema því læknir á í hlut. Það er önnur frétt sem var á RÚV, það var sonur verjanda í Þorlákshafnarmálinu þurfti lögregluvernd. Já, ég veit það ekki. Er þetta verið að draga upp svona óþarfa ótta eða? Já, mér finnst þetta að vera svolítið væl sko. Það er alltaf þetta er þetta harmsögur. Ég meina við blaðamenn hafa verið hundeltir, fengið morðhótanir frá fyrsta starfsdegi og það er kannski aðeins þykkri skrápur á okkur heldur en mörgum öðrum. Ég var eins og ég var ritstjóri á Pressunni, þá kom Ívar Hauksson með tveimur sko eiginlega stærri og þreknari mönnum heldur hann var þá. Og opnuðu skrifstofuna og skelltu á eftir sér. Já. Og þeir sögðu með blaðamennin sem sáttu frammi að þeir óttuðu svolítið en það fór nú allt vel okkur endunum. Já, ég verið hugsi sko yfir aukinni öryggisgæslu fyrirmenna, lífverðir hér og þar, löggan út allt og allt þetta og svona mjög greiðum aðgangi forréttindastétta á Íslandi að fréttamönnum, þar sem segja sögur sem svona ætlað að kannski réttlæta það að þetta fólk að fá 3-5 milljónur á mánuði í laun eða eitthvað og svona sko. Ég held að fjölmiðlar ætti ekki að gleypa þetta allt hrátt. Ég held að ættum svona að leggja aðeins mat. Já. Herðu, en María, þú skrifaði frétt af fólki sem að flög af landi brott í einkaþotu? Herðu, já, ég sagði aðeins frá þessu í gær. Þetta er þessi rússneskt flóttafólk var faðir, Gatsi og móðir sem heitir Marjam og þau eiga 3 börn, þennan litla dreng sem við sjáum hérna á myndinni og svo 2 vikna gamla tvíbura, 2 stúlkur. Við erum myndir af þeim líka. Já. Og þetta fólk var svona í skjólinettur, hafði sótt hæli hérna vegna, hann er pólitískur flóttamaður frá Rússlandi, hafði verið í fangelsi og sætt pyndingum og þau komast hingað villan leik í gegnum Króatíu. Það er nóg til þess að íslensk yfirvöld nota Dyflinnarreglugerðina einfaldlega vegna þess að þau þurftu að stoppa og fara í gegnum Króatíu. Þetta hefur margoft verið talað um þetta og við verið ámennt fyrir að misnota Dyflinnarreglugerðina með þessum hætti. En þau sem sagt eru tekin höndum í gærkvöldi, fengu ekki að tala við verjanda eða nokkurn mann, símannir teknir af þeim og svo var keyrt með þau í skjólinætur í þessa einkaflugvél og þau flugu í einhverju svona, og eins og þau lýstu þessu sjálf í einhverju svona lúxusvél til Króatíu þar sem að þau hafa verið sett núna í einhverju flóttamannabúðir og lokuð inn í herbergi en ég heyrði í föðurnum í dag og hann talaði um það að þetta væri hræðilegt allt saman, þetta pínlítið herbergi og marga kojur þar inni, fullt af fólki ekkert svona prívacy fyrir móðurina sem er með þessi litlu börn en hún hafði farið í keisaraskurð fyrir 2 vikum og samkvæmt læknisráði ekki ráðlegt að færa hana neitt. Ef við myndum spyrja almenning, finnst ykkur að þessi hjón með þetta litla barn og þessa nýfæddu tvíbura mættu vera á Íslandi? Hvað haldið almenningu myndi segja? Já, ég held að. En af hverju eru við með stjórnvöld sem að gera eitthvað annað en það sem að stjórnvöld hafa vit fyrir okkur því að þið getið drepið Ísland bara af ykkur hjartagesku ef við fara að vorkenna nýfættum tvíburum og svona krakka mínir. Þá getið allt farið til fjandasynni. Og það sem er líka, já, mögulega. Það sem ég gleyma að segja líka er að það sem er merkilegt í þessu máli er að stúlkurnar 2, þær eru algjörlega pappírslausar út í Króatíu. Þannig að það er í rauninni ekki möguleiki eins og fyrir foreldrarna að sanna þetta séu þeirra eigin börn. Það er ekki með fæðingarvottorð, það eru þetta ekki með vegabréf eða neitt annað, en það eru fæddar hér og það er allt í einu eru bara þessi börn, þarna pappírslaus með þessu foreldrum sem eru sett inn í flóttamannabúðir og þau þetta óttast að versta að það verður hreinlega teknar af þeim eða endi þá okkur vergangi inn í svona fósturkerfi. Þeir sem að trúa á bænir ætti að biðja fyrir þessu fólki. Það eru nákvæmlega í gríðarlegu angist. Það var frétt í Morgunblaðinu sem var nú neðarlega eitthvað til síðu að 13% af árið fyrir nauðgun. Þetta eru sem sagt krakkar í framhaldsskóla
Og ég reikna með að flestir sem segja já við þessu séu stelpur, þannig að því að fjórða hver stelpa í framhaldsskóla hefur orðið fyrir nauðgun. Það spurtu líka einelti, það var 11% sem hefur orðið fyrir einelti. Og ég var að velta fyrir mig að lesa þetta að ég meina, það er svona átak gegn einelti í samfélaginu, við höfum að hegða okkur betur. En mér finnst alltaf vanta svona alvöru átak gegn kynbundnu ofbeldi. Já, ég líka reyndar séð það, ég tók eftir því að það talaði að það er 3% verra verið ölvuð síðustu daga eða viku sem er áhugavert í þessu samhengi af því að þú nefnir forvarnirnar. Já, og það var minna, það kom fram þarna því að það hefur svolítið verið að tala um að þessi meiri neysla. En kannski er það bara meiri neysla í öðrum efnum. En við erum mjög duglega að fara í gang með svona alls konar lýðheilsu átök. Það er lýðheilsu, það er alvarlegasta sem að getur komið fyrir ungar konur er nauðgun, það er svo stöðum fjöldan. Það er stærsta heilsu vandamálið. En ef einhverjum hefði dottið í hug að gera svona könnun fyrir 40-50 árum, hvert haldið að hlutfallið hefði verið? Ég veit ekki. Já, þær hefðu náttúrulega kannski fyrir það fyrst ekki svarað. Það er opið til túlkunar, eins og sagt er. Já. Við veitum ekki hvort að nauðgunum fjölgi eða hvort að tilkynningunum fjölgi. Við vorum með útihátíðir, þar sem að meðutundalaust fólk var bara misnotað, alveg vinstri hægri og þarna var náttúrulega fólk bara leiti í hinn áttina. Já, þarna var ný túlkun eða lagatúlkun á nauðgun notuð í spurningunni sem er án þíns samþykkis fyrir hvað ætlar að fara langt með okkur eftir 50 ára til tíman. Þá var nauðgun ekki skilgreind þannig Nei. En sami, já, einmitt. Þið skiljið hvað ég er. Já, einmitt. Ef þetta væri sjúkdómur eða einhver faraldur, þá væri ráðist ef að 13% íslenskra kvenna væri komnar með einhverja veiki eða... Já, það er meira, því að 13% var að heildinu, við höldum að sé svona nær 25% af konunum, stelpunum í framhaldsskólanum. Það er frétt í pólitíkan sem að tengist þessu svolítið. Það er þetta er dómsmálaráðherrann sem að segir þetta sé bara algjörlega óþolandi, segir hann, og það verður gerð svona könnun á meðal lögreglustöðva og það kom meðal fram að í einni lögreglustöðinni þá var aldrei sinnt erindu frá konum til dæmis svona eldirhella. Á hvaða tíma? Þetta var bara núna í gær. Þetta er bara nýjar kannanir. Þetta er ekki verið að grafa upp ykkur gamla fornöld. Þetta er eins og bara öldinni okkar. Þetta er oft komið fram í samtölum hér hvort að lögreglan taki raunverulega mark á þessum málum. Það er gott að þau fái allt aðra meðferð. Og hvort hún sé bara búið hreinlega yfir mannskap og þekkingu. Það er, til þess að takast á við þetta risastóra vandamál. Nú er búið að fjölga mikið í kvenlögregluliði hér á landi. Það hlýtur að hafa einhver áhrif. Já, það eru ekki margar á kynferðisbrotadeildin. Hún virðist bara ekki stækka og svo er þetta bara þannig að lögreglufólk sem er komið með einhverja starfsreynslu, það fer í yfirmannastöður af því að það er svo rosaleg rótering á fólki. Þetta er svakaleg niðurstaða. Já, herðu, en það er frétt sem að er ekki tengt þessu kannski beint, en það snýst svona kynbundin mismunun. Þetta er stelpur sem að voru að spila körfubolta fyrir og það bara gengu úr liðinu. Minnir svolítið á mál hækkum rána sem að heimildamynda sem að það voru að berjast fyrir því að fá svona viðurkenningu inn í körfubolta heiminum. Það voru að segja að það bara nýtu ekki sömu virðingar og strákarnir. Þetta sá ég að Brynjar hann hrósaði þessu. Ég tók hjóða mitt eftir því að Brynjar Karl þjálfari Aþenu. Kannski er þetta fræ sem að þau kveiktu, þetta voru náttúrulega stelpur í Garðabænum sem gerði þetta. Hann var eins og alltaf þegar konur gera eitthvað, þá var alltaf verið að finna að lítið að vera eitthvað svona Rasputín á bakvið sem að væri svona heilaþóður og það er svona að Brynjar talinn að hafa gert þetta. Það var náttúrulega stelpurnar sem voru 12 ára sem að létu medalín á þetta sem að mér finnst að reisa styttu þeim einhvern daginn. En haldi þetta sé bylgja? Haldi þetta sé að hefjast núna? Já, ég vona það. Stelpurnar bara gangi út. Það er átt að gera það. Ef þú ert einhvers stað þar sem að það er ekki komið fram með þig eins og fullgilda manneskju, þá er bara ganga út. Akkurat ég hef verið þessu partí áfram. Herðu, drónamál. Það voru drónar sem að flugu yfir einhverja flugvelli í Danmörku
og nú þetta komið til, búið að kalla saman þjóðaröryggisráð. Já, ég held hún ætlaði að standa í lappirnar en svo heyrst að einhverjir drónar hafi flogið nálægt Keflavíkurflugvelli og enginn veit hvort það bara einhver krakki að leika sér. Já, veistu það, þú veist, ætti ég dróna þá væri ég örugglega alveg að trolla yfir mig með dróna yfir öllum ráðunautunum og flugvöllunum. Þetta tengist náttúrulega, ég tók viðtali úr Berlingske við Mette Frederiksen. Það sem að þeir sjá myndina, stemninguna bara. Já, þetta rosa, ég tók og hún segir bara að þetta á eftir að versna miklu meira áður en það byrjar að skána. Hún eiginlega að boða stríðstíma í Evrópu. Ég heyrði í manni, íslenskri löggu, í kvöldfréttatíma RÚV eða Speglinum eða einhvers staðar. Hann sagði bara það nákvæmlega sama og Mette. Þetta slæmt í dag, þetta verður verra á morgun. Ef við erum með lausn í dag, þá verður hún ekki á morgun. Það svo mikil stríðs, æsingarstemning, það verið að kynna undir svo miklum ótta. Það þarf ekki að stoppa það fólk. Það verið að yfirfæra mögulega varasamt ástand á meginlandinu, mögulega, ég sé bara mögulega, ég veit það ekki, bara hingað, lengst norður í Ballarhaf. Maður sér miljardana bara fjúka át gluggann og stemminguna. Það svo okkur langir ósala að vera partur af ykkur þetta sé bara svo. Það margir sem græða á þessu. Ég hef sagt það áður, já, einmitt, stéttir sem græða á þessu, pólitíkusar græða á þessu, eða væri stutt í kostingar, getið þið ímyndið ykkur þá? Mér skilst það varnarmála skrifstofunni í utanríkisráðuneytinu séu orðin stærri en utanríkisráðuneytinu. Það bara allir sem af einhvern tímann mennta sig til einhverju öryggismála eru komnir þar inn. Og þarna ekki munur á stjórn og stjórnarandstöðu. Stjórnarandstaðan, hún með pískana alveg brjáluð að djöflast á stjórninni. Já, það var tilkynnt dróna í Keflavíkurflugvelli, með þá frétt, það veit ekki hvað þetta er. Það voru líklega einhverju 2 drónar, kannski voru það einhverju krakkar að leik. Krakki með flugdreka. Kannski. Ísrael. En þetta er ekki allir sem hlæja þessu eins og þið. Hérna utanríkisráðherrann. Hún ætlar að fara að koma sér upp loftvarnakerfi. Hugsið ykkur. Hugsið ykkur ef við myndum bara eyða öllu þessu púðri í innviði. Já, það sem hver flug kostar held ég miljard eða eitthvað. Það er nú verið að tala um það í Úkraínu að það er verið að nota svona loftvarnakerfi til þess að stoppa dróna og það er eiginlega, ef það væri í stríði þá er mjög sniðugt að senda dróna á eitthvað sem á svona kerfi til þess að eyða peningum. En hún að tala í alvörunni eða hvað þetta eiginlega? Ég veit ekki, ef þú kyndir undir óttanum þá færðu samþykki almennings fyrir ótrúlegum fjárfestingum, ótrúlega vondum verkum. Ég veit ekki hvort hún að tala í alvöru eða hvort hún eða hvað væki fyrir henni, en ég held hún sé að tala í alvöru vegna þess að ég held þetta sé meira og minna stemningin bara þarna allstaðar í kring. Ég held það. Aftenposten, þeir eru ekkert að pæla þessu. Það var Haraldur Kongur, hann hélt blaðamannafund í gær og hann að svara, ég veit ekki hvort það hefur séð að það er myndin á Netflix Mörtu Louise manninn hennar Durek. Ég hef ekki hort á það ég hef bara les fréttirnar að þessu. Mér finnst bara gaman að fylgjast með þessu og líka ég að velta fyrir mér að Aftenposten sem er svona moggi þeirra í Noregi og miklu öflugra raunverulega heldur moggi var. Þetta var alveg ævintýralegt blað Það var svo, ég stundum sagt að það var svo stórt að það þurfti að koma 2 sinnum yfir daginn. Það kom bæði Morgunblað og kom líka síðdegis. Þeir eru alveg með þetta mál á heilanum og þeir eru alltaf að skrifa leiðara að segja við gamla konginn sem er orðinn áttræður, Haraldur, hann verði að henda þessu fólki út úr höllinni og Durek Verrett, hann er náttúrulega blokkumaður frá Bandaríkjunum og ég veit ekki alveg það er Aftenposten ætlar bara ekki að hætta fyrir að annarkvort deyr Haraldur bara á ekki og þeir fundu svo til með kallinum að því hann svaraði ekki og svona spurningum því að það var gengið á hann og ætlar ekki að henda þessu fólki út og hann segir eitthvað við verðum bara að eiga við þetta í fjölskyldinu og þetta er bara erfitt og leiðilegt það er bara eins og fjölskyldufæðir. En er ekki Halla forseti sem er það næsta sem við höfum einhverju svona slekti er hún ekki líka búin að vera að henda út fólki og er hún ekki að ráða inn nýtt fólk kannski kemur það fólk með Netflix-serjur þetta var samkomulega sem við lofuðu að hegða sér og ekki blanda saman eigin viðskiptum og viðskiptum konufjöldunar þá faraðu beint til Netflix og selja seríu prinsessuna sem er náttúrulega svik á samkomulagi og þess vegna segir Aftenpostið voru verið hendur svolítið út það mun ekki skána það fréttina frá heimildinni eldri borgara, ekki Harald reyndar en þar kemur fram þetta er Kolbeinn H. Stefánsson sem er að segja að eldra fólk hafa
aldrei haft það betra. Og það sem hann að segja náttúrulega þeir sem hafa það gott og svona, sagði, eru þeir sem hafa það skítt meðal eldri. Það ekki verið að segja að það sé að skána. Þannig að við kannist oft við þetta svona drykkju ungmenn og svona miklu minni, en ef þú skoðar þá sem að drekka mikið eða í miklu dópi, það ástand hefur aldrei skánað. Það bara sá hópur alltaf eins. Þannig að það ekki það að þessi verið að lyfta gólfinu, heldur hefur verið að lyfta svona miðkaflanum og þeim sem eru. Og við sjáum þetta bara í kringum okkur að eldra fólk hefur það bara helviti gott. Ástæðan náttúrulega breytingar á skattkerfinu sem að voru, sem að lagði af eignaskatta og fleira sem að voru til þess að flytja skattpeninga frá þeim sem eru betursettir, sem eru komnir á hæstu launin, eru komin á hápunktinn í starfsferlinum, búin að borga niður skuldirna sínar og fleira. Það var svona aðferðið sem voru notað, bæði hátekjuskattur og eignaskattur, til þess að flytja peningin í ríkis og til þess að ýta undir unga fólkinu. Þetta system var aflagt og þess vegna eru við í sama vanda og öll land sem eldu þenni ífrásíkina að lífskjör ungra eru orðnar miklu lakari heldur en var áður, en eldra fólkið hefur það miklu betur og það er náttúrulega túristarnir sem að flæða hérna yfir hjá okkur. Þetta eru stóru leyti svona ráðsett fólk sem að börnir eru farin að heiman, eru með litla framfærsluskyldu, skulda ekki neitt, hafa helviti góða tekjur, eru vel tryggðir í eftirlaununum og eru farið í 18 golfferðir á ári til Spánar. Já, maður gleðst yfir því ef hlutskipti aldraðra hefur batnað, en það er náttúrulega meiri háttar handvömm ef hinn ungu eru að bera byrðarnar og ef það er að skella ójafnvægi yfir á ungu herðarnar, þá verður náttúrulega samfélagið okkar ekki sjálfbært í hægrannu tilliti. Við erum búið með tíman okkar. Er það? Nei, við erum 5 mínútur eftir. Herðu, það var eina fréttum dagsins, það er náttúrulega Trump. Já. Það er varnarmálaráðherrans. Hann Peter Hegseth, já. Hann kallaði alla, við sögum frá því í síðustu viku, hann kallaði alla bara herfóringja Bandaríkjars og þeir óðu yfir þá. Fyrst Trump og svo varnarmálaráðherrann. Og það sem að skilaboð Trump voru að herinn verður undirbúið svo til það að berjast við óvinnin meðal okkar. Þetta er algjör. Þannig hann ætlar að síga hernum á almenna borgara. Það er algjör steik. Þetta er bara það sem að gerist þegar svona heimsveldi er riða til falls. Þetta er svona síðasta merkið það. Það er svona síðasti kafli, lokakafli. Lokakaflin þegar hann fer að ráða svo sem degið fólk. Já, og bara þú mátt ekki hafa það. En er þetta ekki bara innkoma fasismans? Já, bara 100% bara beint í æð, fölskvalaust, ekki neinum dulgerfi. En hann þrumaði þetta yfir og svo kom Hegseth og hann var eiginlega þekkir hennan mann, hafið fylgst með honum, hafið skoðað svona ræður hjá honum. Hann er algjörlega styrlaður. Hann er svona Fox News trúður eiginlega. Hann er alltaf með bandaríska fánan í snýtuklútnum og og talar óðum sviði svona eins og svona forstjóri, svona ungur forstjóri í einhverju svona tæknifyrirtæki sem ætlaði að heilla starfsfólkið. Og það sem hann var að segja, hann var að segja að hann ætlaði bara að það væri búið að eyðileggja herinn með einhverjum vókisma. Nú þið bara að hætta að sérsníða herbúninga fyrir konur. Heldur þær bara að vera í kallavöllum. Og þar frá döggutunum. Konur eru það búið ef sama líkamlega atgerfi og kallar. Það geta búið í jafnþungar hluti og hoppað eins átt. Já. Þannig að hann sagði að svona political correctness hefði eyðilagt bandaríska herinn. Klassikappen sem við vitnum stundum í, sem er róttækt blað í Noregi, er með svona fréttaskýringu sem er byggð á ummælum Stephen Miller sem er ráðgjafi Trump. Og það er það að það er eiginlega verið að skilgreina að vera það sem að kalla svona andkapitalisti. Það getur verið sósíalisti, það getur verið anarkisti, það getur líka bara verið andkapitalisti sem bara hefur ekki trú á hinu kapitaliska kerfi. Að það verið skilgreint til að sem þjóðleg hugsun, svona McCarthyismi. Og það verið að eyða því fólki út úr hernum, út úr skólakerfinu og út úr fjölmiðlunum og út úr kirkjónum, alls það sem að þú getur haft áhrif, að þá ferði ekki vinnu ef að þú ert með andkapitaliska hugmyndir. Það ber alltaf sama brunni. Þetta er ekki í kvöldfréttum sjónvarpsins og Stöðvar 2? Nei.
En það var á Kastljósi eins og þá var hann Birgir Þórarinsson munið eftir honum sem hann var eins og í miðflokknum og fór yfir í Sjálfstæðisflokkin daginn eftir kosningarillig. Hann hefur nú starfað mikið í Ísrael og Palestínu og hann var í flóttamanna nefnd á vegum Evrópuþingsins og fleira. En hann í Kastljósi í kvöld var hann að segja sögu af því hvernig hann stóð að lausn Elsabetar Tjúrkov sem hafði verið í haldi einhverjar svona hóps inn í Írak. Írak náttúrulega eitt af þessu sem að Bandaríkjamenn ætluðu að laga en brutu niður og möskuðu. Þannig hann alls konar svona hópar sem að hafa völd á sínum svæðum og eitthvað fleira. En Times of Israel sagði sögu frá því fyrir viku síðan að hann hefði verið lykilmaður að fá þessa konu lausa. Og þakki skildar fyrir það. Veit ekki hvað ég kom með þetta með frétt frá Indlandi. Það sem sagt það borg sem heitir Karúr sem búa svona áleika margir og Íslendingar eða eitthvað, ekki til að stór borg og indverska menningar sem í Tamil Nadu sem alveg syðst á Indlandi. Það voru pólitískar erjur og það dóu 41. Og þetta eru átök í aðdraganda kosninga og það þarna myndirnar af mönnunum sem voru þarna, ég fæði það kannski upp aftur. Sá yngri þarna, hann leikari, heitir Telepathy Vijay sem ákvaða að breyta svona fanklubnum sínum yfir í stjórnmálaflokk og ætlar að bjóða fram þarna og hinn maðurinn, hann líka fyrirverandi leikari og heitir Stalin, MK Stalin kallaður og sonur hans heitir líka Stalin og hann líka leikari. Hann allt saman leikarar og sýnir kannski hvað svona populísk stjórnmál eru og þegar maður reyna að lesa sér til þetta hverju mununin á þessum stjórnmálarhreyfingum þá það alveg ómögulegt sko. Bæði þjóðveldisinnar og populískar hreyfingar og erfitt að sjá að þessu með neitt mun á áherslum sínum nema þeir þoli ekki hvort annan og þetta var frétta sem að Vijay, þessi yngri, að segja að hættu að drepa stuðningsmenn mína ef þú vilt áttu eitthvað sökóttuð mig, komdu þá til mín og þú veist hvar ég á heima og þú veist hvar ég vinn og komdu þú þorir. Þannig stemmingin í svona ofbeldisfullum stjórnmálum á Indlandi. Já. Herðu, en ef ekki bara að segja þetta endanleginn á fréttunum okkar. Við getum sagt fréttir fram til miðnættis en við viljum ekki gera það. María og Björn, kæra þakkir. Og ég bendi ykkur sem að hlusta á að við höldum áfram Rauðaborðið byrjar eftir örskamma stund. Ef þú ert að horfa á okkur á Facebook eða YouTube þá þetta að krækja í nýtt streymi sem við sendum út. En ef þú ert að horfa á í sjónvarpinu eða hlustu í útvarpinu þá þetta engar áhyggjur af Rauðaborðið framöndan. Jæja, krakkar. Þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýji kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.